Við erum öll búin til úr frumum. Húðin okkar, vöðvarnir, beinin, allt í líkamannum er búið til úr frumum eða búið til af frumum. Hárið, ég er nokkið með mikið hár eftir, neglurnar er búið til af frumum, þetta er ekki beint frumur. En frumur þurfa að endurnýja sig, þá skipta þær sér. Það eru til tvær gerðir af frumuskiptingum, jafnskipting sem er þessi hefðbundna frumuskipting þegar frumur eru bara að fjölga sér, búa til nýjar, og svo rýriskipting sem við ætlum að skoða hér sem er myndun kynfrumna. Það er ástæða fyrir því að kynfrumur verða til við örlítið öðruvísi frumuskiptingu heldur en allar aðrar frumur, þess vegna eru til tvær tegundir af frumuskiptingum. Rýriskipting eða meiosis á ensku eða latínu, þá byrjum við með einhverja litninga. Hjá okkur eru litningarnir 46. Ég hef verið daginn að teikna 46 litninga hérna og þið mynduð ekki skilja neitt hvað þetta væri. Þannig ég ætla að nota lífveru sem er með 4 litninga. 2 pör, stóran og lítinn. Og þið sjáu þeir eru úr 2 litum, það hefur ekkert brjálæðislega merkingu hérna, gæti verið annar kom frá pappa og hinn frá mömmu, skiljiði, bara svona til þess að sjá uppruna þeirra. Og ekki síður, þegar við förum lengra að þekkja þá í sundur. Að þetta er ekki einn og sami litningurinn, þó þeir séu með genum fyrir því sama, að þá er þetta þessi litningur og þessi. Þeir eru saman í pari með genum fyrir sömu hlutunum en þau geta verið mismunandi. Það sem gerist fyrst, og hér erum við með það sem við köllum tvílitna frumu. 2 litninga í hverju pari. Skrifum það stundum sem 2n. Þeir litningar tvöfalda sig, sjáðu því. Hér er ekkert búið að gerast, en að þessi græni varð tvöfaldur. Þeir hanga saman á pínlitlu þráðhafti, þannig að þetta er ekki alveg í sundur. Þetta er ekki X, þetta eru 2 svona þræðir sem liggja saman í miðunni. Þessi tvöfaldist, þessi og þessi. Allir orðnir tvöfaldir. Síðan höldum við áfram. Þá myndast svona spólur hérna beggja vegna, þetta eru örfínir þræðir sem að krækja í þráðhaftið og draga þetta í sundur. En hvað er búið að gerast hér? Blár er orðin pínu grænn og græn orðin pínu blár. Þetta hefði getað gerst við litlu líka. Þetta er kölluð svona víxlverkun eða víxlskipti, crossing over heitir þetta á ensku. Að þeir lágu hérna saman og þá víxluðust óvart rákust saman endandur og þeir bara skiptu á endum. Þannig að þessi endi sem var hér fór hingað og þessi endi sem var hér, hann fór hingað. Og þetta heldur áfram, þetta lagast ekkert. Síðan er þetta dreigið sér hvern endan og fruman skiptir sér í tvennt. Og þá höldum við áfram hér. Hér er þetta orðið að 2 frumum og báðar frumurnar með tvöfalda litninga. Þá myndast nýjar spólur sem draga þetta aftur í sundur, þangað til og þær frumur skipta sér svo í tvennt líka, þannig að við endum með 4. Og þær er allar einlitna, með 1 litning í hverju pari, 1 stóran, 1 lítinn. Það er tilviljun, kalla lögmálum uppröðun litninga, hvort, til dæmis grænlitningarnir eða farið saman eða ekki. Hvernig þetta raðast hérna er tilviljun, báðir. Og eins er það, sem sagt, og það skiptir máli hvernig þetta raðast upp hér. Síðan eru þessar 4 kynfrumur, það er enginn þeirra eins. Hérna er blár grænn, hérna grænn blár, hérna samspil af grænum og bláum og svo blár og sama hér og svo grænn. Þannig að þetta verður að kynfrumunum. Þetta gæti orðið 4 sáðfrumur, verða til 4 egg, ekki hjá mönnum allavega, því að konan losar bara 1 egg í mánuði. Ein af þessum verður ekki, hinar 4 verða, kalla minni með skautfrumur, sem liggja utan á og hjálpa til. En það er bara 1 egg. Þannig að þetta er kynfrumu framleiðslan. Af hverju er hún öðruvís en hefðbundin? Jú, í hefðbundinni þá byrjum við með tvílitna, 2 litningi hverju pari og við endum með 2 litningi hverju pari í jafnskiptingunni, hinniskiptingunni. Ef kynfrumunar væru með 2 í hverju pari, svo renna þær saman við aðra. Ef að þessi myndi til dæmis renna saman við þessa, þetta er sáðfrum að þetta er egg, þær renna saman, að þá fáum við sjáði bláan og grænan. Þegar þetta rennur saman myndar þetta eina frumu
með 1 og 1 af stórum, 1 og 1 af litlum, eins og við byrjuðum, það ekki? Því að ef að þessi hafði 2-falt, þá fengjum við 4-falt, svo 8-falt. Það endar í tómri þvælu. Þannig að við helmingum litningana, því að svo þegar þetta rennur saman, fáum við sama fjölda aftur. Byrjum með tvílitna, fáum kynfrumur sem eru einlitna, þegar þær renna saman aftur, verðar aftur tvílitna.